erum náttúrulega með öðruvísi grillmenningu heldur en í flestum þjóðum. Við erum grillum í öllum veðrum og þá skiptir svolítið máli hvað er inn í grillinu. Það sé eitthvað sem heldur hitanum, því við grillum í roki og öllum veðrum. Og þá að sé eitthvað sem heldur hitanum, ekki bara eitthvað þunnt járn, heldur svona steikt járn eða pottjárn. Og finnur það bara með því að taka á því sem er inn í grillunum sko, og finnur þyngdina. Og þetta gerir það verkum að þú ert búin að hita grillið. Svo ert búin að setja matinn á og svo ætlar opnar að fara að snúa við og með grill sem er ekki svona útbúið, þá missir þú hitann. Það er svo að fara að kynda aftur til að ná upp hitanum þú ert búin að snúa við. Því pottjárn hefur en eiginleika það hitnar meira heldur en stál. Nú þykir mjög fínt að hafa ryðfríar stálgrindur í grilli, en það fær ekki sama hita og ekki sömu hitaleiðinni. Þannig að pottjárnið er best og það er ýmist til óvarið eða húðað. Varðandi kolagrill, hvað er það sem stundum um það? Það er að þú sett með réttan trekk, rétt loftflæði í grillið og líka nota þá rétt kol. Kol er ekki bara kol, þannig að það er mjög misjafnir eiginleikar í kolum. Það þekkir fólk eflaust. Svo þarf maður að vera duglegur að þrífa grillið eða ekki? Jú, og það er ekki verið að gera það. Þessi pottjárnsgrill eru mjög auðveldi í þrifum vegna þess að þau hitna svo mikið, það brennur mikið af þeim þegar þau eru búin að grilla og svo ertu bara með skúfu undir öllu fyrir fytuna. Setur á þetta álpappír og kattasand, svo bara hendur því og þannig að þetta er líka eitt atriði sem er vert að athuga, hvað fólk vill hafa mikið fyrir að þrífa grillið. Nú er þetta grill á rúmar 100.000, það eru til grill á 30.000 og 300.000. Er einhver, hverju maður að tapa í 30.000 krónu grilli og hvað maður að fá í 300.000 krónu grilli sem að til að mynda er ekki þessu? Já, sko í 30.000 krónu grilli þá ertu með komið grill sem er þá yfirleitt þá bara allt inni úr járni sem er náttúrulega ódýrara og grillið kannski dugar kannski 1/3 af tímanum sem svona grill gerir. Svo aftur í 400.000 krónu grilli þá getur verið komið, eða 300 að 400.000 krónu grilli þá getur verið komið alls konar svona aukafítur eins og grilltein og bakbrennara og það er starra. Umgjörðin, lagt meir í umgjörðina á grillinu. En það er ekki þar með sagt að þú sért að fá betri grillun í 300.000 krónu grilli heldur en í þessu. Þú ert að fá svona auka fítusa alls konar og stærri grillflöt. En ég á sjálfur svona 10 ára gamalt sem ég kann mjög vel við. Svo á ég aftur líka núna 230.000 krónu grill sem er með aðra eiginleika. Þetta er ekki síðra.